Víða verið að dusta rykið af viðburðarhaldi í takt við afléttingar takmarkana vegna COVID-faraldurs. Á ferð okkar Dalvíkurbyggð í byrjun febrúar var svo sannarlega verið að stilla upp stólum og gera og græja, en það var bara fyrir bólusetningu. Þá tókum við nýjan framkvæmdastjóra menningarhússins Bergs, Jóhann Má, tali. Þetta mjög rólegt á öllum sviðum, hvort sem tengist veitingahúsin okkar eða viðburðum með öðru, þannig að það allt bara steindautt. Já, og mjög erfitt að skipuleggja eitthvað fram í tíman og búa eitthvað til. Þú erum samt eitthvað að brasa í dag, að draga upp stólum. Hvað erum að vera? Tónleikar? Það helsta sem við erum með, það bólusetning. Ok. Þannig að það bólusetning í dag, held að sé hvað 37. skiptið sem bólusetning hér. Síðan þetta byrjaði allt saman. Þannig að fólk hérna í Dalvíkurbyggð aðalega kannski að nýta sér menningarhúsið þessa dagana til að fá sér bóluefni. Já, bóluefni og svo náttúrulega bókasafni hérna líka sem að það er svona helsti, það er svona miðpunkturinn okkar núna. Það er bókasafni, fólk kemur hingað til það. Þannig að það er eiginlega eini straumurinn af fólki sem er hérna, það er fólk sem sækir bókasafni. Jóhann tók við í byrjun janúar, í miðri COVID-bylgju sem ekki beint öfundsverður tími til þess að taka við framkvæmdastjórn í menningarhúsi. Ef allt væri eðlilegt, hvað myndirðu gera? Náttúrulega rosalega margt. Fyrsta lagi myndi ég náttúrulega vilja fá einhvern til að sjá hérna veitingahúsið. Sem er svona kannski andlit hússins að mörgu leyti. Sem að vonandi er að fara að gerast. Ég er bjartsýnn á það og það er svona forgangsatriði númer 1. Svo svona þegar að má fara að gera eitthvað eins og ég sagði, þá langar manni svolítið að plana eiginlega eitthvað fyrir alla því það vilja allir fara að gera eitthvað. En svona áhersluatriði sem að ég kom með inn í þetta starf var svona að reyna að búa til eitthvað fyrir ungt fólk, reyna að fá meira ungu fólki til að koma hingað. Svona, það sem það hefur verið mikið af viðburðum fyrir börn, ung börn og fullorðið fólk. En við höfum ekki alveg verið að ná að draga inn fólk, eða krakka, unglinga frá svona 16, jafnvel bara upp í 30. Þannig að það er svona, varðandi viðburð og annað, það er svona númer 1. Eitthvað til þess að reyna að draga þetta fólk hérna inn og búa til eitthvað áhugavert fyrir það. Ekki bara að fá það inn, þetta líka að gera eitthvað sem þau hafa áhuga á. Það er náttúrulega sem skiptir máli því að þessi hópur gerir ekki neitt sem þau hafa ekki áhuga á. Nei, ég hugsa ekki. Þau hafa nóg af hlutum sem þau hafa áhuga á, sem þau geta sótt hvar sem er hvenær sem er. Já. Þannig að þau koma ekki og gera ekki neitt sem þau hafa ekki áhuga á. Hvernig viðburði hafið þið verið að setja upp hérna í húsinu? Er það bara alls konar? Það hefur verið alls konar. Það har náttúrulega verið listasýningar. Það er alltaf listasýningar hérna í hverju mánuði. Og það er svona kannski eina sem er eiginlega gerðnelt niður þetta árið. Það eru sýningar út árið. Það er svona eina sem er eiginlega klárt. Og það er mjög gott að það sé bara frá. Við þurfum ekki að plana það meir, það var bara út af fyrir framkvæmdastjóri sem var bara búinn að leggja það allt niður, sem var frábært. Svo hefur náttúrulega verið hérna alls konar viðburðir, klassík í Bergi sem er svona röð þar sem að koma hérna svona klassískir tónlistamenn og spila. Það hefur verið, svolítið að klassískri tónlist, svo tónleikar, það er rauninni bara alls konar. Og hingað hafa komið, eins og ég sagði, það voru nógu mikið að vera fyrir börn. Samstarf við bókasafnið og annað sem að skoppa og skrýtla og einhver sirkusdagar og svona alls konar þannig. Þannig að það hefur alltaf verið nóg að gera hérna, nóg að vera. Og þeir sem voru hérna undan mér hafa staðið sér mjög vel í því. Þannig að fyrir mig að koma inn er ekki hugmynd að reyna að kollvarpa öllu starfinu heldur en að byggja ofan á það sem er búið að vera að gera. Já. Ofan á þá grind sem er búin að búa til sem að mínum að þetta er mjög flott. Listasýningarnar, er þetta eitthvað svona fólk af svæðinu sem kemur og sýnir, eða er þetta bara alls konar? Þetta er bara alveg alls konar. Krakkar, það er náttúrulega hverju ári eru sýningar frá leikskólanum og skólanum og svo bara listamenn hérna og þaðan. Það er náttúrulega svolítið sótt í það að reyna að fá listamenn á svæðinu sem eru að gera eitthvað. Ef það er ekki, þá bara einhverjir sem eru að gera eitthvað áhugavert og vilja sýna það og selja það. Það er eina sem skiptir máli, eitthvað sem er áhugavert. Og alls konar, þannig að eitthvað höfðar til. Þannig að það hafa verið sýningar hérna, ljósmyndasýningar og það hafa verið svona skúlptúrsýningar með alls konar
alls konar munum sem fólk að búa til og þannig að það er rauninni ekkert limit á það. Er fólk eitthvað að skella í eitthvað gjörningalist eða eitthvað? Það hefur alveg verið. Já. Það hefur alveg verið svona eitthvað sem má túlka sem þannig list. Já. Þannig að það vakti mikla athygli þegar það var. Þannig að já, svona aðalmáli er rauninni að reyna að hafa þetta fjölbreytt. Það sé ekki alltaf verið að stíla sama hópinn fyrir alla sýningar eða viðburði. Það mætti kannski alveg kalla bólusetningu ákveðna gjörningalist. Já, það má kannski segja það. Já, það má alveg segja það. En fyrst þetta er í menningarhúsi? Fyrst þetta er í menningarhúsinu, þá er þetta menningarviðburður. Já, en það væri kannski svona meira óskandi að þú værir að raða upp stólum fyrir menningarviðburð. Ég segi það, ég væri alveg til í að vera að setja upp og eyða, þó þetta tæki ekki langan tíma, þá væri ég alveg til að eyða meiri tíma og vera að setja upp borð og stóla og eitthvað fyrir eitthvað húlumhæ, sko. Já, og stóla hlið við hlið. Já, og þurfum ekki að reikna út cirka 2 metra á milli og ég var alveg til að geta hrúað hérna í stólum, fyllt salinn og þurfum ekki að pæla í neinum grímum spritti eða fjarlægð. Það verður mjög gaman þegar að því kemur. Það verður gaman? Það kemur að því? Já, og þá verður að fólk sleppi svolítið fram á þessi beislinu. Já, það verður mikið fjör í bergi þá. Já, mjög mikið. Það þurfti ekki að bíða lengi, 2 vikum síðar voru kynntar afléttingar og Jóhann var ekki lengi að henda í viðburði. Við slóum aðeins á þráðinn til hans til að heyra af því. Óhætt að segja að það var ágætt hljóð í kalli. Já, það er heldur betur allt að lifna við hjá okkur og aðeins öðru sér staða heldur en fyrir 3 vikur síðan þegar við spjöllum saman þegar ekkert var á döfinni nema bólusetningar. Þannig að það er töluvert skemmtilegra í vinnunni núna heldur en þá. Helgina fengum við það bil 200 manns í hús, 160 manns á uppistand með Pétur Jóhanni og svo voru tónleikar á laugardeginum, klassískir. Fengum bjórböðin til að koma og elda ofan í fólk á föstudeginum, þannig að fólk gat komið út að borða í bergi, sem var algjörlega frábært og tókst alveg ævintýrlega vel, enda allir léttir í lund og ánægðir að geta farið loksins út og skemmt sér almennilega. Já, tímanir eru einstaklega bjartir og skemmtilegir núna. Það er svona alltaf að breytast til hins betra. Og maður fann það alveg á fólki þegar kom hérna á föstudaginn á uppistanda. Fólk var mjög þyrst í góða skemmtun og mikil gleði og það var gott að byrja á svona uppistandi og sprengja alveg hláturtaugarnar í fólki sem þurfti alveg á því að halda. Þannig að það tókst alveg ævintýrlega vel og við sjáum bara fram á það að geta búið til eitthvað skemmtilegt og spennandi á næstunni.